óvart og ég segi að þetta fyrsta sýning Jóhannesar. En það náttúrulega ekki gamall maður. En þó hann nú eldri hann eldri núna þegar hann sett upp þessa sýningu. Því að eins og að minnstakosti foreldrarnir hérna á Facebook vitið og þá hann 18 ára gamall í dag og ég held að við ættum að gefa hann upp stokkla. Það var svona tillitssemi við ykkur sem að ég fór ekki að syngja afmælisönginn, en ég geti gert það eftir. Og engan heitt sem að gaman heyra mig syngja. En eins og ég sagði þegar ég opnaði hérna síðustu sýningu, sem var málverkarsýning, að þá eitt af því sem lykilatriði hérna í húsinu hjá okkur, það fjölbreytni. Og hér slær nýjan tón. Og við getum bætt öðru svona grunnhugtaki. Það vaxtarsproti til framtíðar. Vegna þess að hættan með svona hús eins og safnahús að það lokist inn í fortíð. Það verði gluggi þess sem gert var. Gluggi þess sem að fortíðin varðveitir og geymir og kemur með og ber fram. En hérna sjáum við inn í framtíðina. Hérna sjáum við unga mann sem að hefja sinn feril. Hann með þessa glæsilegu ljósmyndasýningu hérna sem hann afhjúpar og þegar hann kom til minn og ég þakkaði hjartanlega Jóhannes að hafa komið til minn og beðið að fá að sýna hérna og sagði 11.11. Og ég hélt þetta væri eitthvað í tengslum við stríðið en það var það ekki. Á bara 11.11. Vegna þess að annars vegar afmælista og svo segir okkur eina ástæðan hérna eftir. En það þessi vaxtarsproti framtíðar og vorum þess að skoða þetta þegar hann var að hengið upp hérna og frændan Guðmundur með honum og horfa á þessar myndir og hvernig svona, ég vil segja að þetta umhverfi, þetta er svona það sem kannski höfðbundnar heldur síðasta sýning var, myndefnið, það segja Vestmannaeyjar, en samt þetta ekki mikið af þeim eru Vestmannaeyjar, en samt þetta ekki Vestmannaeyjar. Þetta Vestmannaeyjar svo listamæður sér. Og þess vegna ætlaði ég biðja þig, Jóhannes, og biðja hjartanlega velkomin hingað inn til þetta. Þá ætlaði ég biðja og óskaði hjartanlega til hamingju með þetta og ætlaði ég biðja að segja okkur aðeins frá þessum verkum. Já, þetta ég byrjaði að segja samt fyrir ári að taka ljósmyndir. Cirka. Og ég veit ekki hvað maður á að segja, sko. En já, það var bara eitthvað við ljósmyndum sem ég heillaðist þar. Það var alltaf að fólk verið að rósa manni þá hélt ég áfram. Og þetta gerir mig rosalega glaðan og þessi opna sýningu og allir að styðja manni baki á manni og allt. Mér finnst það rosalega þægilegt. Og já. Hver kom þér á staðið? Það Tói, Vító. Hann á allan heiður í þessu. Maður var alltaf búinn að fylgjast með myndum á honum og alltaf með þessi Halldóri og Óskari og öllum sem maður búinn að fylgjast með og þetta vill ég læra, svo var aldrei tími. Mér fannst bara, ég ætla að prófa að kaupa myndavél, ég var alltaf að taka myndir á símann. Og ég sagði, ég kaupi myndavél og prófa að taka. Og þá er Tói búinn að vera að sýna mér, gerði þetta betur, lagaði þetta betur, skuggan, og þá er þetta búið að ganga betur og koma myndirnar flottar út. Það ég líti á þannig. Og ég ætla að byrja mér núna eftir áramót að fara í ljósmyndaskóla og alveg bara í þetta. Ég vil læra þetta og vinna við þetta. Og þetta er bara í stuttum orðum þetta langt skemmtilegasta sem ég geri því ég er búinn í vinnu. Fara út með góðu vinnum og taka myndir og dreifa hugunum. Og já. Ertu lengi að taka myndir? Það stundum maður í 2, 3, 4, 5 tíma þessu. Ef maður nennir því en eins og maður sagði, maður þarf að vera þolinmæði í þessu, í ljósmyndum. Og já. Ég ætla að bara bjóða okkur öll velkomin og takk fyrir að styðja mann og hvetja mann áfram í þessu. Og svo er gestabóki líka, ef þið viljið skrifa, sko. Ég ger ekkert við skriftina, sko. Við erum sett hérna í eina stofu á ljósmyndasýningu sem Jóhannes vinur minn er að halda. Já. Á afmælisdaginn sinn. Já. Hvað er þetta gamall drengur? Ég var 18. Og
Hvað var það sem að kveikti áhugaðan á ljósmyndum? Það var bara, ég byrja alltaf að taka með síman og svo var ég búinn að vera að fylgjast með þér og Halldóri og Sigurgeiri sko. Svo ákvaði ég bara að kaupa myndavél og þú hjálpaði mér og svo byrjaði ég bara að taka smátt og smátt og fannst þetta bara skemmtilegt. Já. Og byrjaði eitthvað að taka síman áður eða fórstu mynd? Ég byrjaði að taka eins og síman og var sér þetta að leika mér svona, breyta þeim og svona. En svo tók ég bara alveg á síman alveg bara orginal. En hérna, hvað hefur mest gaman að mynda? Er það landslagið, náttúran eða er það fólk? Það er bara allt. Já. Landslagið og fólkið og bara maður getur tekið myndir af sem er skemmtilegt. Já. Ertu eitthvað í dýramyndum og fuglamyndum? Jú, ég er mest í hestunum. Já. Slangur skemmtilegast að taka þær. Eitthvað af kindum? Jú, það er alltaf. Kindirnar eru langt skemmtilegast líka. Já. En segðum mér hérna, hvernig myndavél átt í dag? Ég er með Nikon sem þú áttir. Það er ekki fyrir þú tækir góða myndir til það. Það er rétt. Já. Heyrðu, ég glemdi nú að spyrja að því, hver eru foreldrar? Jenny Rauði og Sigríður Guðmundsdóttir. Best kölluð sem það. Geturðu hérna sagt okkur frá einhverju ævintýri sem þú lenti í á ljósmyndaferðinu? Jú, ég var með Helga Torshamar hérna. Ég var nýbyrjaður að taka myndir, fórum með Kaplagjótunni og það var sem sagt skíta veður og ég ákvað að fara aðeins nær sko og það er, maður reyna að ná briminu sko og það fór allt yfir mann að vélinn blotnaði og allt og maður sætti sig við það og svo fór maður með þér líka einu sinni nýbúinn að kaupa flottan 3-fótói hvað gerðist með hann? Þú missir hann og ég þarf að stökkva eftir honum Já, bjargaður honum. Já Þakkaði fyrir það. Þetta er bara Já, þetta er svona sem maður mann Já, ég fljótu bræðið. En hérna, ertu til að segja mér aðeins frá eitthvað af þessum myndum? Já, þetta hérna er sem sagt spilið út í Klauf og ég notaði sem sagt filter til að ná svona eins og þessi þoka sko en þetta er bara sjór. Tekið á tíma? Já. Hvað langur tíman? Þetta hefur verið 10 sekúndur, cirka. Já, flott. Finnst þið skemmtilegar að gera svarthvítamyndir heldur en lit? Það er náttúrulega alltaf gaman að gera svarthvítar sko. En það er náttúrulega mjög langt skemmtilegast að ná litnum en ekki of mikið lit sko. En eins og Bjarnari, mér finnst hún langflókn sko. Já, eitthvað kannast ég við þetta sjónarhald sko. Hvað segir þú, meinar þið? Þetta er... Þú átt hugmyndina, ég fekk svona smá hugmynd. En það var ekki regnbogi. Það var ekki regnbogi þessari sko. Svo var ég hérna með þér út í Klauf hérna. Já. Í vonda veðrinu. Já, í briminu. Og ég held að ég verið með þið líka þarna. Já, þú ert með mér hér. Í rollumyndinni þarna. Jú. Já. Hún er, mér finnst hún langskemmtilegasta dýramyndin sem ég hef náð sko. Hún er skemmtileg.